hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfuð og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítir þú til mér, heldur utan haftandi þjóð. Veitir mér styrk gegnum lífsins ólgu sjó. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Syngjum þetta saman, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, heilinn minn Guð. Halleluja. Amen. Þá ætlar hann Snorri að tala til okkar í dag. Ég vona að heyri í mér núna. Ekki allt saman komið á. Komið nú sæl og blessuð og friður Guðs sé með ykkur og yfir ykkur. Við lifum á mjög merkilegum tímum. Ég
Við erum að horfa á það í gær að það eru komnar göngur sem að ætla að stoppa það að við kaupum ykkur vörur frá Ísrael. Tókuð eftir því. Og göngur geta verið afar merkilegar. Við förum í göngu til að safna fé og ná í kindurnar. Ein merkilegasta ganga sem að til í sögunni, það var gangan frá Egyptalandi og í 40 ár þá voru þeir gangandi eftir Guðs vegi, eftir því sem að Guð beindi þeim til. Og svo eru aðrir sem eru að ganga í andstöðu og í mótmælum við Ísrael. Þeir eru að segja með öðrum orðum, það má taka gísla. Ef þetta er gyðingur, þá má alveg taka gíslana og halda þeim í heilt ár í neðanjarðargöngum. Og þeir fá ekki að sjá ljós eða dag og það er allir sem taka þátt í þessu. Í öðru lagi þá er líka verið að segja að það má ráðast á Ísrael. Því að Ísrael á ekki tilveru rétt. Og spurningin er bara, hvorum megin ert þú? Í hvaða göngu ert þú? Ert þú göngunni með eða gegn? Ert þú göngunni með því sem að Guðsorð segir? Og það er alveg eðlilegt fyrir okkur sem að flöggum þessari merkilegu bók að við tökum aðeins tillit til þess hvað þessi bók er að segja. Því að þessi bók er að tala við okkur einmitt gönguna okkar. Gangan þín og gangan mín, hún er kölluð pílagríma gangan. Og það er vegna þess að við erum að fara frá stað A til stað B. Við ætlum ekki að vera kjurr í stað A. Þess vegna erum við einmitt að tala líka, yfirgefið heiminn, elski ekki heiminn og láti ekki heiminn tökum á ykkur, af því við erum að fara þaðan og yfir í aðra tilveru. Og svo tilvera sem við erum að fara til, hún er rosalega merkileg. Ég trúi því að svo tilvera sem framundan er, hún er fólgin í því að við fáum að vera í náttúrunni hér á jörðinni, í dýrlegri sköpun sem verður þannig háttuð að ef þú setur niður kartöflur, þá þarftu ekki að setja niður eina því að þá ertu komið með 10.000 afkomendur. Og þeir sögðu það, læru sinna apostolana, þeir voru að lýsa þessu 1000 ára ríki sem að við eigum framöndan. Þá sögðu þeir að hvert einasta vínberjatré, það mun hafa 10.000 greinar. Og hver einasta grein mun bera 10.000 klasa. Og hver einasti klasi hefur 10.000 vínber. Hugsið ykkur hvað þetta er öðruvísi náttúra en það sem við erum vön að eiga við í dag. Nú erum við með náttúru sem að ber þyrna og þistla og það eru alls konar vandræði sem að mæta okkur. Þú og ég erum einmitt að fara úr þessari veröld sem ber okkur þyrna og þistla og yfir í hina. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur að við áttum okkur á því að gangan með Jesú Kristi, hún er fólgin í þessu að við förum frá einum stað til annars. Má ég benda ykkur á núna, við skulum byrja á því að fara í seinna Þessalónikubréfið og það er fyrra Þessalónikubréfið, það er 4. kapítuli og við erum að tala endurkomu Jesú Krists og þetta er svo athyglisverður punktur sem að Páll postuli leggur áherslu á við Þessalónikumenn og athugið, Þessalónikumenn voru ekki gyðingar. Þetta var fólk sem var nýkomið úr heiðninni og það var búið að venja sig á að falla fram fyrir alls konar skurðgoðum, fara í hvert musteri af öðru, helga sér skurðgoðunum þar og þá þurfti að taka á sig lífsmáta skurðgoðanna. Það var það sem rétt var. Ekki endilega rétt og rangt eins og við þekkjum að boðurum 10. Það var bara allt öðruvísi siðferði lögmál hjá Grikkjum og skurðgoðum Grikkja heldur en hjá gyðingum. Og Þessalónikumenn, þeir höfðu alist upp við lögmál sem var lögmál skurðgoðana sem tíðkaðist þeim guði sem að menn byggðu sig fyrir. Svo segir Páll postuli, þetta fara aðalega með ykkur í 17. versið í þessum kafla. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básún Guðs
og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottin í loftinu og síðan munu vér vera með Drottni alla tíma. Og það þetta tímabil, síðan munu vér vera hrifnir upp til fundar við Drottin í loftinu. Við köllum þetta gjarnan upphrifninguna. Það ekki mjög margir ritningarstaðir sem hafa talað þessa upphrifningu, en Páll hvað skýrastur í málið sínu hér varðandi upphrifninguna. Hún framundan. Og hvernig veit ég hún framundan? Já, ég veit að hún hefur ekki orðið fram að þessu og þá hlýtur hún að vera framundan. Og það vakti mig til umhugsunar í gær þegar ég verið að horfa fréttirnar. Það verið að draga upp hjá þjóðunum andmælendur, mótmælendur sem að stíga gegn áætlun Guðs og fara í móti því sem Guð almáttugur segir. Og það ástæðan fyrir því að menn eru komnir í andstöðu við gyðingana. Og þeir eru jafnvel að segja með þessum göngum, við kaupum ekkert af gyðingunum, það má taka gíslana sem eru gyðingar og bara fara með það eins og þau vilja, það má eyðileggja Ísraelsríki, það má tvistra gyðingunum allt. Hvað má ekki gera við gyðingana? Fyrir 80 árum, það var alveg sami andi yfir Evrópu að taka gyðingana og fara með þá hvernig sem þau vildu. Og besta geymslan var auðvitað bara eldurinn og setja þá alla í öskustó. Og Þjóðverjar vil ekki tala þetta vegna þess að þetta svo myrkur kafli í sögu landsins. Og við skiljum það mjög vel. Hver vill eiga þessa sögu í sínu þjóðarsögu að við höfum verið að útrýma heilum kynstofni. En það ennþá verið að krefjast þessar kynstofnar. Það ennþá verið að tala við okkur að útrýma þeim og eyðileggja fyrir þeim. En ég hef fréttir að segja, þessi kynstofn hann komin til Ísraels í ákveðnu tilgangi. Hafa Guð sem stendur þeim saman því að hann á stefnumót við þá. Og stefnumótið fólgið í því að Jesús Kristur mun koma á skýjum himins í mætti og í veldi og í mikilli dýrð. Hann mun stíga fæti sínu niður á Olíufjallið. Og hverjir munu bukka sig og beygja fyrir honum? Alla þjóðir. En hann mun koma til Ísraels. Hann mun koma til fólksins sem eru afkomendur Abrahams. Hann mun koma til þess kynstofns sem hann hluti af. Því Jesús Kristur var nefnilega gyðingur. Og ef við höldum að það megi fara illa með gyðinginn, vegna þess að hann kannski svolítið öðruvísi heldur við, þá erum við komin að villi götur. En djöfull reynir að þyrla upp ríkinu og hann reynir að fá okkur til liðs við sig til þess að andmæla gyðingunum og andmæla þessari vonaríku framtíð sem að við eigum hér í þessu lifanda heilaga orði. En verið róleg, við sjáum þetta gerast vegna þess að tíminn kominn. Að við getum verið hrifinu til fundar við Drottnin í loftinu þá og þegar. Við vitum ekki daginn eða stundina, en miðað við það sem að gerast í kringum okkur, þá getum við alveg séð, það sko lítið eftir. Það eru fáir dagar, það eru fáar vikur. Verður það í haust, verður það næsta ár, ég veit það ekki. En ég allavega, við nota þessa predikun til þess að við undirbúum svolítið hug okkar, hvernig við mætum Jesú Kristi. Og þegar við sjáum þetta í Þessalóníkubréfinu, þá eitt ögrandi við þetta bréf, þar sem að Páll að tala að við verum hrifinu til funda við Drottin í loftinu. Við skulum koma aðeins í Lúkasar guðspjalli 17. kapitúla. Og það kannski líka eitthvað orð sem að þú og ég þurfum að velta fyrir okkur, því það sagt í 17. kapitúlanum, þegar hann segir í 34. versinu, ég segi yður, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar verður tekinn, hinn eftir skilin. Af hverju? Af hverju annar eftir skilin? Af hverju ekki báðir teknir? Ekki hjón? Eða, hvað í gangi? Svo heldur hann áfram og hann segir, 2 munu mala í sömu kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. Hver munurinn?
Af hverju önnur tekin hinn eftir skilin? Á að skilja út undan. Við erum alveg hiklust á því að segja það er rangt að skilja út undan, en þetta er ögrandi fyrir okkur að sjá að annar verður tekin hinn eftir skilin. Verður þú tekin? Verður þér kiptu? Hvað á þinni fjölskyldu verður skilið eftir? Makiðinn eða þú? Verða börnin tekin en þú eftir skilin? Þú veist, þetta er svona spurningar sem að ég hef verið að velta fyrir mér, og svo segir hann, tveir verða á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Og þetta er svolítið ögrandi fyrir okkur sem eru kristnir, erum í náðinni, erum frelsuð, annar verður tekin, hinn eftir skilin. Hvað veldur? Er ekki Drottinn okkar allra? Erum við ekki öll inn í þessu sama að Jesús Kristur hann mun taka alla til sín? Akkur skilur hann suma eftir út undan? Akkur eru þeir látnir vera? Og það er verk fyrir okkur aðeins að velta þessu fyrir okkur, því að það er hvað eftir annað. Þegar þið lesið Biblíuna, þá er Biblían að brýna þig til guðrækilegs lífernis. Hafið tekið eftir því? Það er alltaf verið að segja við okkur, veriði heilög, stundiði guðrækni, stundiði bænina, passið ykkur á því hvernig þið hugsið, hvað þið eruð að gera, af hverju erum við að segja þetta? Er það út á lögmáli? Nei, það er eitthvað sem er á baku þetta, annar er tekin, hinn eftir skilin. Og skoðum aðeins, hverjir voru teknir áður fyrr? Sá fyrsti sem við vitum sem var tekin upp og hrifin upp, komið með mér í fyrstu Mósebók. Þessi heitir Enok. Og hvar erum við stödd? Við erum komið þangað þar sem að ættartalan er 50 kapituli og 24. versið, og þá erum við kynnt fyrir Enok. Og Enok er bara örfáin kynslun eftir Adam. Og það er sagt hérna Enok, en Enok gekk með Guði. Hvað gerði allir hinir? Voru ekki með Guði? Enok gekk með Guði. Getur það verið að bara það atriði, það skiptir máli? Eru við hér inni, eru við að ganga með Guði eða förum við bara okkar eigin leið? Enok gekk með Guði og svo heldur ritningin áfram og hvarf af því Guð nam hann burt. Þetta er fyrsta dæmið mann sem er tekin upp af Drottni og tekin til Guðs, deyr aldrei, geymdu kannski í himninum til ákveðins hlutverks. Við vitum líka Elías spámann, hann dó ekki, hann var eldvagn sem kom og náði í hann, og hann steig inn í eldvagnin og það var farið með hann upp, hann var hrifinn upp til funda við Drottin í loftinu. Ef að nefna fleiri dæmi, það eru svona örfá atriði sem við höfum í Gamla testamentinu það að menn hafi verið hrifnir upp til funda við Drottin. Söfnuðurinn sem við erum hluti af, hann á þessa framtíð. Þetta fer að gera hjá okkur innan skams. Við verðum hrifin upp til funda við Drottin í loftinu, og ég vil endilega að við verðum ekki eftir skilin. Ég vil endilega að þið þurfi ekki að vera út á akri að puða meðan hinn er tekin í burt. Ég vil ekki að þú liggir í rúminu og makiðin er farin. Ég vil að fara bæði upp. Hvað getum við gert? Hvað er í okkar höndum til þess? Komið með mér í Mattheus 11:29. Ég ætla bara að rifja þetta upp því að Jesús Kristur er einmitt að draga sjálfa sig fram sem fyrirmynd. Og hann bara segir þetta við okkur, komið til mín, lærið af mér, því að ég er hóvær og af hjarta lítillátur. Kannast þið við þetta? Þetta er náttúrulega eitthvað sem að við sjáum að tilheyrir kristinni trú. Ég ætla að fara með ykkur bara í 11. versið, 11. kapitulun, 29. versið, komið til mín, allir þið sem erfið hafið þunga byrðar, ég mun veitið hvíld. Takið á yður mitt ok, lærið af mér, því ég er hóvær og af hjarta lítillátur. Þetta er svolítið athyglisverður punktur. Af hverju er hann hóvær og af hjarta lítillátur? Vistu að þetta orð hóvær, það þýðir líka grandvar. Heilagur. Og sá fyrsti sem er kynntur í Matteusar Guðspjalli sem heilagur og grandvar, hver er það?
Sjáu þið komið með mér í Mattheusar Guðspjall 1. kapitúla og 19. vers. Þá er bara að tala festarmann Maríu Meyjar. Hvernig karakter er það? Hverjum var falið að fóstra Jesúm Krist? Hver fekk hann í hendurnar? Auðvitað var hann ekkert sáttur við að konan hans var alltaf, eða kærastan var alltaf ófrísk. Hver má nú vera? Ég hefði nú bara viljað skamma Maríu fyrir það ef ég hefði trúlað. Ég hefði barið í borðu og látið með öllum milli látum. En hann var vænn maður. Hann var miklu betri maður en ég. Hann var vænn maður, hann var heilagur, hann var grandvar. Sjáu hvernig hann er kynntur til sögunar í 19. versinu. Jósef, festamaður hennar, sem var grandvar, vildi ekki gjöra henni opinbera minnkun. Sjáu hvaða karakter Guð valdi til þess að ala upp Jesúm Krist. Þetta var grandvar maður. Hvað er meira að segja svona grandvara menn? Ef við komum í Jobbsbókina, bara 1. kapitúli Jobbsbókar, þetta er ein elsta bók Biblíunnar, þar er Jobb kynntur fyrir okkur og það er alveg afskaplega athyglisvert hvernig hann er kynntur. Við förum í Jobbsbókina, þar sem er sagt í 1. kapitúlanum. Já, ég kom í Jósúabókina, það er nú eðlilegt að maður finnir þetta ekki þar. Jobbsbókin, hún er svo frábær þegar djöfullinn gengur fram fyrir Guð. Og þá segir Guð við hann, veittirðu athygli þjóni mínum Jobb. Og hann er einstakur á sínum tíma. Og það er alveg stórmerkilegt að við sjáum að Jobb er kynntur til sögunar sem heilagur, hann er grandvar, hann er hógvær og hann er einn af þessum sem við eigum svo auðvelt með að samsóra okkur við vegna þess að þetta var maður sem gekk á Guðs vegi. Og ég ætla aðeins að fara með ykkur í 2. kapitúla, 7. versið. Þá gekk Satan burt frá augliti drottins. Já, það er aðeins fyrir, já. Það kemur 1:8, já. Og það er líka 2:1. En 1:8 þá er svo merkilegt þegar hann segir þetta við hann. Og drottinn mælti til Satans, veittir þú athygli þjóni mínu Jobb? Því enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur, réttlátur, guðhrættur, grandvar. Takk fyrir. Eftir því var tekið. Og Satan hann hafði örugglega tekið eftir þessu. Hvað haldið hann gerir við þig og mig? Skiljið þið hvers vegna við lendum stundum í vandræðum og það er stundum erfiðleikar hjá okkur og það er eitthvað mótdrægt í lífinu hjá okkur? Hver er að ráðast á þá sem eru guðhrættir? Grandvarir. Þú veist, með ekki vamsitt vita. Ertu hissa á því að þú lendir í kannski samskona kringumstæðum og Jobb? Haltu þið samt við að vera grandvar, guðhrættur. Haltu þið við það sem að hér er sagt að þú byggir upp þinn karakter, þú verður grandvar, guðhrættur, réttlátur og ráðvandur einstaklingur. Það skiptir máli. Ég vil meina, þá verður örugglega hrifin upp til funda við drottinn í loftinu. Þú verður tekin af akrinum. Þú verður tekin frá því að mala kvörn eða mala kornið. Þú munt fá að vera með drottni alla tíð og tíma. Þegar við tölum þessa aðila, þá er mjög athyglisvert hvernig Guð tala fyrir munn Esekiel. Komið með mér í Esekiel. Þar er Esekiel að skamma Ísraelsmenn fyrir að þeir eru ekki guðhrættir, grandvarir, réttlátir. Og við förum í Esekiel 14. kapitúla og það eru ákveðin ádeilur sem eru komnar upp vegna þess að gyðingarnir, þeir eru að svona gæla við skurgoðin. Og hvert var þjóðin komin? Hvað var að gerast þá? Þá voru alls konar göngur sem voru með þessum guðum og móti guði almáttugum og svo framvegis. Þeir voru í mjög svipum kringumstæðum og við erum í dag. Það er verið að mótmæla því að áætlun Guðs, hún sé að ganga í uppfyllingu meðal gyðinga. Og við Íslendingar, við erum með hóp manna sem vill ekki að Guðs áætlun nái fram. Og sjáu hvað Esekiel segir við þá sem eru andstæðingar Guðs almáttugs. Við förum í 14. versið, 14, það er ágætis atriði.
Og þótti því væru þessir 3 menn, Nói, Daniel og Job, þá myndu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, ekki öðrum. Þá sjáum hvernig ráðvendni drottins hefur mikið gildi fyrir einstaklingin. Þó þú getur ekki bjarga öðrum, þú bjargar þá allavega sjálfu þér. Og ef ég má fara með þig í 20. versið, í þessum kafla líka, þá segir, og Nói, Daniel og Job væru í því, svo sannarlega sem drottin Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga syni né dóttur, þeir myndu aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína. Ráðvendni skiptir máli. Það bara skiptir máli að vera guðhrættur og grandvar. Af hverju var Nói valinn úr sinni á sínum tíma til að byggja örkina? Hvernig var hann kynntur til sögunar? Nói var einmitt guðhrættur og grandvar. Og þetta einkenni á þeim mönnum sem við sjáum að í Gamla testamentinu voru teknir út úr mannhafinu og Guð lét nafn sitt búa hjá. Hvað haldið að vilja ekki gera hjá þér og mér þegar við erum komin að síðustu tímam og við erum að athuga það hver verður hrifinu til funda við drottin í loftinu? Hver verður eftir skilin? Verð ég eftir skilin eða hvað? Getur það verið að við þurfum að fara aðeins að skoða okkur sjálf? Spegla okkur í orði Guðs? Er ég guðhrættur? Er ég grandvar? Er ég ráðvandur? Hvað að gerast í okkar lífi sem gerir það verkum að við verðum hrifin upp? Og þangað vil ég fara með þig. Og sérðu hvað þetta er athyglisvert. Ég ætla ekki að hafa þetta öllu lengur eða mikið lengra en þetta sem ég að tala við þig núna. Ég ætla að fara þó með þig í Opinberunarbókina og það kemur hérna ádrepa til safnaðarins og Jesús Kristur einmitt að tala til eins safnaðarins og segir við þá í Fíladelfíu, hann talar alveg hiklaust við þá, hann segir þeim frá degi sem framundan tímabili sem þeir stefna á og það kallað hérna í 10. versinu, reynslustundinni. Það reynslustund sem koma yfir heiminn. Og ef ég les allt versið þá segir, af því að þú hefur varðveitt orðið þolgæði mitt, munum við varðveita þig frá reynslustundinni. Sjáðu samhengið. Ef að Fíladelfía varðveitir orðið þolgæði, þá þið varðveittir frá reynslustundinni. Hvaða reynslustund þetta? Hvað að koma? Hvað í gangi? Samkvæmt mínu viti, þá reynslustund að koma yfir heiminn sem heita þrengingarna miklu. Og það ekki góður tími. Það verður hræðilegu tími. Það verður ókyrrð í náttúrunni og þið sjáu hvernig heimurinn í dag farin að óttast náttúruna, skelfingar náttúrunar. Þú farin að þurfa að borga skatt til þess að laga andrúmsloftið. Af því menn eru logandi hræddir við eitthvað sem að verða, eitthvað sem að gerast, eitthvað sem þeir hafa ekki tök á, eitthvað sem þeir skilja ekki. Og meira sér það talaði að straumakerfið í Ísland, það svo kaldur blettur hérna rétt við Keflavík að það að breyta andrúmsloftinu í allri Evrópu. Og hitinn í Evrópu orðinn svo skelfilegur að það rignir svo reiðina býst að það eru tugir manna drukkna í ríkjum Mið-Evrópu og Austur-Evrópu. Af hverju þetta í gangi? Og menn reyna að breyta einhverju og gera og grípa til einhverja ráðstafana vegna þess að þeir óttast allir að lenda í hörmungum. Það reynslustund að koma. Hvað gerir þú til þess að forðast reynslustundina? Og þá kemur einmitt þetta sem að Guð segir við söfnuninni í Fíladelfíu, af því þú hefur varðveitt orðið þolgæðið, mun ég varðveita þig frá reynslustundinni. Hvað þetta að vera varðveittur frá þolgæði? Þolgæði afskaplega athyglisverður punktur. Job hafði þolgæði, Jósúa hafði þolgæði, Esekiel var með þolgæði og Enok líka. Allir þessi menn sem eru kallaði guðhræddir og grandvarir, þetta voru menn sem komu fram í að þeir höfðu og varðveittu sig í þolgæði.
Nú lendum við í einu og öðru sem að mæti þér og mér. Og það stundum með og stundum mjög mikið á móti og við skiljum ekki alveg sjúkdómana og við erum að glíma við að útskýra eða fá eitthvað skilning í málin vegna við bara hreinlega skiljum þetta ekki. Af hverju verður þú veikur? Af hverju koma erfiðleikar yfir þig? Ertu ekki Krist? Ertu ekki helgaður drottni? Af hverju mætir þetta þér? Hvar þá þolgæðið sem Guð vill kalla fram hjá þér? Þolgæðið einn almesti styrkur sem þú getur fengið frá Guði til þess að þú standist eldraunina. Í gegnum mannkynssöguna þá hefur kristnin alltaf mætt ykkur í eldraun. Af hverju ekki sjálfsagt að koma til eða taka við Jesú Kristi? Og sjáu hvað þetta athyglisvert. Vitið þið af hverju múslimalöndin eru að missa svona marga þegna og það svo stríður straumur múslima að koma til Ameríku og Vesturlanda? Og þeir hika ekki við að kalla Ameríku stóra Satan, Ísrael litla Satan. Besta þjóðfélag fyrir Araba Ísrael og þegar ég hef verið þar og ég hef verið að spyrja leigubílstjórana sem eru Arabar, hvað ertu fæddur? Já, ég kem frá Kuwait, sagði mér einn. Já, og hvenær fer aftur tilbaka? Aldrei, sagði. Nú, af hverju? Þetta langt besta ríki sem ég hef verið í. Hann kom frá Kuwait og það vegna þess að trúarbrögð Araba, Íslam, skapa ekki góð þjóðfélög. Það ekki réttlæti sem ríkir þar. Það alveg gríðarleg spilling og það afskaplega mikil fjarlægð frá því sem heitir rétt. Og það gríðarlega erfitt fyrir múslima að byggja sig upp og sjáðu hvað þetta athyglisvert. Þeir eru að flýja þau ríki sem þeir trúa að séu byggð á síðustu opinberun Guðs, á Kóraninum. Og hún svo skelfileg að þeir get ekki unað því að vera þar. En þeir þurfa að koma til Vesturlanda og þeir koma hingað og finna frelsið, þá þurfa þeir endilega að eyðileggja Vesturland. Þannig að þeir ráð ekki við sig. Hvað í gangi? Og hér erum við komin að punkti sem við þurfum aðeins að átta okkur á Vesturlöndum hvað við höfum fengið með trúboðinu, með kristniboðinu sem við höfum fengið að alast upp við all lengi. Þegar ég var strákur og alveg fram að því að ég var kennari fram að 50, þá vorum við að kenna kristinfræði. Ég var að læra og svo var ég að kenna kristinfræði í jöfnum höndum að ég var að kenna íslensku og stærðfræði og dönsku og svo framvegis. Og það var alltaf kristinfræðikensla í þeim bekkjum sem að ég var með. Svo allt þá kemur menntamálaráðherra með nýja hugmynd. Og svo hugmynd hún innan við 20 ára gömul. Tökum kristinfræðina í burtu. Hvað að gerast í dag? Kristinfræðin farin, unglingarnir sem voru sviknir kristinfræðina, nú eru farnir út á götur, komnir 16 ára, 17, 18 ára. Af hverju allir að glíma við unglinga með hnífa? Hvað kom inn og hvað fór út? Hvað var það sem að skólinn brost að kenna? Hvers vegna voru börnin okkar svikin fræðsluna kristinfræðina? Af hverju voru svikin boðurinn 10? Þau voru svikin Jósef sem að þurfti að líða illt hjá bræðrum sínum. Og hvað varð hann? Jú, hann lærði það af þeim svikum sem hann þurfti að reyna, að hann mátti til með að fyrirgefa og hann mátti til með að leiðrétta þegar hann hitti bræður sín aftur. Þú veist, þá var hann búinn að vera í þrældómi, hann var búinn að vera í fangelsi, honum var ekki í huga framhaldslíf, en svo var hann orðinn næst æðsti maður Egyptalands. Af því Guð gaf honum visku. Þolinmæðin, þrautseiglan, það sem að Guð hafði lagt til hans, það var Egyptaland til blessunar og líka bræðrum hans. Þeir komu allir til þess að fá korn í Egyptalandi. Hvað gerði hann við þá? Hann lét að hafa korn. Honum þótti afar vænt að sjá þá. Hann gekk afsíðis og hágrét því að hann sá bræður sína sem hann elskaði. En svo hélt sagan áfram. Má ekki segja þessa sögu í skólum? Mega börnin okkar ekki heyra þetta? Má ekki skólinn kenna börnu gott veganesti?
Má ekki skólinn taka það sem að við erum með hérna og við sem þetta kristin fræði, kennum börnunum að bregðast í rétt við, ekki að bera hnífa. Þið sjáðu að þjóðfélagið okkar, það komið inn heilmiklar ógöngur. Reynslustundin, hún nálgast. Reynslustundin, hún nálgast. Ég ætla að fá að fara með því í 3 ritningarstaði viðbót, áður ég lýk máli mínu. Og við skulum fara í Opinberunarbókina 3:10 sem að við erum í. Af því að þú hefur varveitt orðinu þolgæð mitt, muni varveita þig frá reynslustundinni sem koma muni yfir alla heimsbyggðina til þess að reyna þá sem á jörðinni búa. Þannig það er enginn sem sleppur, nema þú eru hrifin upp af akrinum og rúminu frá kvörninni. Þeir verða hrifnir upp til fundar við drottinn í loftinu, ekki verða eftir. Haltu áfram að byggja þig upp í Guðhræðslu. Við skulum koma í Hebreabréfið 10. kapitúla. Þetta er allt svona í samhengi við það sem að ég vil segja. 37. versi þar. Þetta er stórmerkilegt og svo förum við í Tímóteusarbréfið líka. Og hvað er Hebreabréfið að segja við okkur? 10. kapitúli, vers 36, þá segir hann, þolgæðis hafið þið þörf til þess að þið gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Sjáu þið, ef þolgæði kemur inn, þá kemur ávöxturinn, þú öðlast fyrirheitið. Þetta er svolítið athyglisvert. Við höfum ekkert endilega tengja það saman að til þess að fá vera hrifinu til funda við drottinn í loftinu, þá erum við öðlast fyrirheitið, þá þurfum við að byggja upp þolgæði, Guðhræðslu, vera grandvar, vera réttlátir. Ef við taka síðasta atriðið, það er seinna Tímóteusarbréf, og Páll postuli er að kenna Tímóteusi þessi alveg frábæru orð sem að við eigum vissulega að fá að heyra hjá okkur, og ég vil grípa þetta tækifæri núna sem að við höfum hér í Keflavík. Það er ekki alltaf sem að við erum með samkomur, en ég ætla að fá að leyfa mér að segja ykkur þetta án þess að spyrja ykkur leyfis, hvort ég megi segja. Takið eftir því sem að sagt er. Páll er að kenna Tímóteusi. Tímóteus er þetta ungu maður, hann fer að taka við söfnuði og Páll er að leggja honum línurnar. Og þá kemur 12. versið í öðru Tímóteusarbréfi, öðru kapitúlunum og versis 12. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríka. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríka. Sérðu hvað Guðhræðslan, þolgæðið, miskunnin, réttlætið, sérðu hvað það skapar? Þá munum við með honum ríka. Og ég er alveg handviss um það. Hluti af þínu trúarlífi, það þarf að byggjast upp að þú verðir þolgóður, þrautsegur, þú verðir með þessa þolinmæði að þú veist að drottinn er með þér sama hvað þér mætir. Ég var við sjúkrabeð konu minnar í gær, hún er afskaplega veik, og það virðist vera að meðalagjöfin sem að þeir hafa verið að gefinni, hún sé nær því að drepa hana heldur en að lækna. Hvað geri ég? Hvernig bregst ég við? Hvað á ég að segja? Á ég að hlaupa alla ganga og skamma lækna og skamma hjúkrunarfólk og hvernig bregst ég við? Og ég var að tala við hana. Stefna, hvernig bregstu við þegar erfiðleikar steðja að? Hvar er Kristur og kristna lífið þegar erfiðleikarnir koma? Hvernig erum við þá innréttuð? Ég hef sagt þetta við börnum mér líka. Núna reynir á hvað ég hef verið að byggja upp í minni trú áratugum saman. Ég vissi ekki að svona tími væri framundan. Hvað geri ég? Ég hangi í því sem að orð Guðs segir mér að gera. Ég bið, ég trúi, ég vona, og það er svo merkilegt hvað maður á mikið frið. Guð er með, sama hvað okkur mætir. Kæri áhorfandi, ég vil endilega að þú reynir þetta. Ég veit að þegar ég var yngri, kannski 14, 15, 16 ára, að reyna vitni um Jesú, menn þetta átti ekki í hug
að tala svona atriði við jafnaldra mína. Því þú veit, dauði var svo langt frá, sjúkdómarnir voru svo langt frá, það var bara yndislegt og við gátum verið skotnir hvert í öðru og allir létu svona ástina ráða og voðalega gaman og það var spenningur, við eiginlega vildum helst ekki fara að sofa því að það var svo mikið tillökun að mæta morgundeginum og hitta vinina. En núna, þá var bara komin annar tími. Hvað geri ég? Ef ég hef ekki guðshræðsluna og réttlætið og miskunn Guðs, hvar væri ég þá? Þess vegna tala ég svona djarflega við ykkur, að því nú ég bæði með mína lífsreynslu. Já, það ekkert mikið eftir. Ég orðin 72 ára gamall og menn eru náttúrulega farin að segja, já, þú ert bara komin á grafarbakkann. Já, við erum þar. Þú þarft ekki einu sinni að vera 70 til þess að vera komin á grafarbakkann. Ég átti vin sem var komin á grafarbakkann 16 ára gamall. Hann var að glíma við krabbamein þegar við vorum í skólaskoðuninni í Eyjum. Og þeir voru búin að skera hann að taka krabbamein úr bakinu og hann var dáinn eftir 2 ár. Vissu við að við verum líka komin á grafarbakkann. Það sem að við erum að tala elskuðu vinir, það ekki grafarbakkinn sem framöndan heldur þrengingar og reynslutími sem þú átt að vera tekin frá. Haltu þér við Drottinn. Eigum að biðja saman? Stöndum upp og endum þetta með bæninni. Jesús minn. Þakka þér fyrir að við eiga þessar fyrirmyndir í orðinu og eiga þessar fyrirmyndir hjá þér, Drottinn minn, að við megum vera guðhrædd og grandvör. Varðveitt í heilugum anda þínum og krafti Jesús minn. Og ég bið þess elskaði Herra, hvað sem mætir okkur, það sem að gera, Drottinn minn, að þá megum við vera uppbyggð í þér í heilugum anda, í orði þínu, til þess að vera bæði guðhrædd og grandvör og við munum gera eins og Enok, við munum ganga með þér. Við munum vera með þér allan daginn, Drottinn Jesús Kristur, og þegar stundin kemur og við verðum hrifin upp til funda við þig í loftinu, að þá verður ekkert okkar eftir skilið. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég með segja amen með þetta, en Kitty hann enda samkomuna og bara Drottinn bless ykkur ríkulega. Já, við skulum syngja einn kór að lokum, frábær predikun og frábært orð og það gott að enda og innsigla orðið í hjörtum okkar með því að lofa hann. Það kór sem segir Oh praise. Oh, praise the name.